Jæja, svona það krísufundur. Það smá crisis, sko. Smá, þetta bara... Hvað í gangi, sko? Þetta bara að skrifa í sögubækur. Já. Það einu sem ég get sagt bara. Við erum að verða vitni af ykkur sem verður skrifað í sögubækurnar. Við erum bara að verða vitni að bara eins og mæður okkar á sínum tíma þegar Diana tók viðtalið sitt fræga, sko. Pældu. Þetta bara eins og alveg svo brútala því að náttúrulega Harry royal. Já. En, þú veist, hann blood. Já. Mér finnst það svo magnað. Ok, við erum augljóslega að tala Mary viðtalið, Meghan og Harry við Oprah sem var sýnt á CBS sunnudagskvöldinu í Bandaríkjunum en fyrir okkur Íslendinga þá höfðu aðgangað í náttúrulega bara í gær. Já, og Bretland náttúrulega líka. Og Bretland, já. Sem alveg smá crazy, sko. Já, svona flestar því við erum náttúrulega bara sama tímasóni og Bretland þannig sem ég veit ekki hvort það muni klukkutíma núna eða ekki. Já, og náttúrulega viðtalið tekið upp í Bandaríkjunum. Já. Þannig að það svona fá þeir þetta ekki í beint í æð á sama tíma og Bandaríkjamenn. Pældi hvað það samt ógeðslega pirrandi fyrir þá í Bretlandi að heyra allt en fá ekki að sjá viðtalið strax. Þau náttúrulega hefðu ekki alveg strímað þessu nóttina og þannig og það voru alveg pottið fólk sem gerði það. Alveg 100%. Og pottið fólk sem náðu að finna þetta á netinu þegar það vaknaði næsta dag og var búin að sjá þetta. En það var svona broadcastað í gær. Já, broadcastað í gær. Það alveg svakalegt, sko. Þannig að við bara áður við förum onni í þetta, þá ætlum bara við erum að gefa út þennan neyðar þátt í rauninni, af því að þetta bara topic sem við verðum að taka bara ASAP. Já, og þú veist, til þess að vera alveg hreinskilnar þá var hugmyndin okkar þannig að við ætluðum að taka upp til dæmis núna helgina, þá ætluðum við að taka upp þátt Díanu og við erum búin að lofa teipásgestunum að við eftir að koma til með að gera það. Já, allan daginn. Svo vorum við eitthvað svona, herðu já, vissum að við talaði að koma 7. mars út í Bandaríkjunum. Ef ekki að bíða með það til þess að bara setja það inn í Díanu þáttinn. Já. Svo vorum við að sjá trailerina og teaserina og spurningarna sem Oprah var að spyrja og þú veist, maður sá út í hvað þetta leiddi. Já, þetta að fara að vera stærsta viðtal 2021. Já, einmitt. Þetta áskili sér þátt. Þetta verður bara að vera sín eigin þáttur, sko. Díana álíka bara það skilja að eiga sín eigin þáttur, sko. 100%. Og þetta líka. Þannig að við verðum bara að taka þetta í sikurlagi. Það kemur Díanu þáttur. Mjög koma, algjörlega. Engar ágjörð því. En já, við verðum bara að taka þetta topic, sko. Já, og við, þú veist, þannig að til að útskrifa fyrir ykkur þá heldur þessi vika sinn vanagang. Já. Þannig að þið fáið venjulegan þátt gefin út í dag. Bara eitt að setja partinn held ég ef þið hlusta á þetta á réttum degi skiljið. Nákvæmlega. En þannig að þú veist, þið fáið 2 þætti í þessari viku venjulega og þennan neyða þátt sem þýðir það bara 1 þáttur næstu viku. Já. En það verður svo nóg fyrir ykkur að catcha up að ég hef engar ágjör að þið farið að sakna okkur eitthvað mikið í næstu viku. Nei, alls ekki, sko. Nei. En áður vindum okkur í málana. Allra mála myndi ég bara segja gaman að taka fram að það náttúrulega ilmur frá Lauga Spa Organic Skincare. The Royal. Bara Royal ilmurinn frá Lauga Spa sem ég elska. Ég alltaf með hann núna og hann bara... Já, þú skiptir. Já, ég bara ákvað að pröfa núna eftir ég kláraði Kashmir, þá langaði mig að pröfa Royal og vá, sko. I love her. You smell very good, my friend. Thank you. You smell like a royal. Já, ég smell eins og bara Elizabeth, sko. Já, og svo spurning núna, úr þessari fjölskyldu, hverjum langar lykt eins og? Ég held eftir að þið búa svolítið svona kannski? Já, svona þessu expose alla einhvern veginn. Þá kannski vil ég lykta bara eins og bara Diana. Diana? Já. Ó, það gefur svar. Ég held að Diana hafi lyktað eins og Royal ilmurinn frá Lauga Spa. Pottþétt, sko. Oh my god. Vá, hvað verður til að vita hvað hún lyktaði? Án gríns. Smá skrítið að segja það. Já. En samt, þú veist. En samt bara í alvörinu a thought I have. Bara lykt af fólki, einhvern veginn svona, hvernig lyktar Meghan, hvernig lyktar allir, skilur við. En já, Meghan og Diana, þeir lykta eins og Royal ilmurinn. Já. Með það. Skulum gefa þeim það. Það fá þann flotta status. Já. Og svo náttúrulega bara ísbúð huppu. Já, það búið ógeðslega gaman að sjá bara allt með teipásrefin. Þetta er bara... Ég svo gaman, ég setti svona spurningaboks, hver hafa smakkað og hvað fannst. Og það voru svo mörg svör. Já, og svo fjölbreytt. Já. Svo ógeðslega fjölbreytt. Ekki bara, nice, góður. Þetta var svo... Besti í sem ég smakkaði 10 af 10, ég er búin að fá 3 í vikunni. Ég var bara, oh my god, I love you guys.
og þú veist bara, ég hef aldrei dottið að gera þetta sjálf en það svo smakka ég bara hvað þetta er næs og maður svona váka gaman að heyra fjölbreytt bara frá bara alls konar bara, þú veist, alls konar álitum skilur og líka bara fólk að senda bara ég fíla ekki hnetsmér en þetta er ógeðslega gott og líka það svo eitthvað sem sendi fíla ekki Oreo og við vorum bara, what? One of a kind, það er svona one in a million auðvitað you can't please everybody 100%. En hérna ef þið náttúrulega eru ekki búin að smakka þá er það tilvalið og ef þið eru ekki búin að horfa viðtalið krakka mínir, komið sæl þá er það bara eitthvað sem að þið þurfið að gera og fá okkur tepósurinn með 100% alveg átó sko en ég bara segja, ef þið eru ekki búin að horfa þið bara fyrir sögubækunar þá verðið þið að horfa og það er ekkit betra en bara ná sér tepósref og horfa með nákvæmlega og líka bara, þú veist þú vilt vera í framtíðinni þegar börnin spyrja eða bara þegar börnin eru orðin eldri þá ættu að vera bara, já, hvað varst þú þegar Meghan og Harry viðtalið fór út af því að eins og við tölum í gær þegar eftir að horfum á þetta er eftir að bara snjóboltast í eitthvað stærra sko. Þetta er bara byrjunin sko hvað er eftir að gerast? Bara eftir viku, eftir 2 daga, eftir 3 daga skilur, eftir 2 mánuði ég veit ekki sko oh my god sko ég vona allavega að þú veist ef við munum koma til með að þurfa að taka annan neyðarþátt varðandi þetta málefni að það verða pínu góðum nótum sko já, ég vona líka maður er svona pínu stressaður ég er svo stressuð sko já. Þetta er svo mikið eitthvað þetta er svo scary sko þetta er svo ógeðslega bara powerful institution að fara svona og tala opinberlega það er að hræði mig sko það gerir það sko það hræði mig bara fyrir þeirra safety honestly 100% ok, herru við ætlum að skella okkur í þetta yes, let's do this í gær þegar ég var leiðin til þín við horfum á þetta saman þá stoppaði ég í einhverjum andri búð og var að ná í eitthvað borðhandakkur og eitthvað og mér í alvörunni leið eins og það væri svona annarkvort 1. janúar eða klukkan væri svona 5:30 á aðfangadagskvöldi mér leið persónulega, ég veit kannski var bara lítil umferð, kannski var bara enginn í þessar búð en mér svona leiðir svo allir væru heima við eftir að klukkan myndi verða 8 til þess að horfa á þetta ég bara var búin að sitja að setja upp klukkan 7 og ég bara búin að vera að hugsa þetta í allt kvöld bara tjekka hvort ég væri ekki örugglega með þetta á réttri stöð og bara hvort það myndi ekki örugglega virka ég ætlaði sko ekki að missa þessu ég bara fekk þannig væp bara þú veist, það eru allir heima að fylgjast með þessu ángríns þetta er svakalegt og gleið þannig ok, þetta byrjar náttúrulega bara þannig að þetta er bara Meghan og Oprah já, í viðtalinu byrjar þannig í viðtalinu og ég fór sérst í útvarpi í morgun og var að ræða þetta heyrður það? Nei, ég mistaði ok þar sögðu þú veist til dæmis nokkrir sem eru með útvarpsþáttinn Brennslan þau voru óánægð með Oprah sem viðtak hvað sem var sem manneskjuna sem tók viðtali ég veit ekki ég var ósammála af hverju segðu þið eitthvað ástæðu? Þið fannst, skilur bara svona þeim fannst hún ekki, eins og þá sagði ég eitthvað, mér fannst hún svo góð og mér fannst hún spyrja svo krefindi spurninga og góða spurninga og líka, þú veist, þegar þau voru að reyna að fara svona framhjá því að segja hlutina, þá var hann bara, ok, back it up skilur, bítu. Þú svaraði þess ekki mjög stað gott, og líka maður sá að það voru persónuleg tengslan á milli þannig maður sá hvað þetta snert hana mér fannst það svona real, í staðan fyrir þetta væri bara einhver manneskja sem væri bara cold-hearted og vildi bara, þú veist það þarf að vera manneskja sem er hlutleysin samt með smá í liði skiluru, af því að hún er að reyna að segja sína sögu og henni verður að líða vel í viðtalinu til þess að hún vilji segja það ég er alveg á sömu blaðsögu og þú sko, en að komi pínu ég held bara svona átó að allir væri ánægð með Oprah bara hver er ekki ánægð með Oprah eitthvað tíma ég bara var ekki búin að gefa mér það að fólk væri kannski óánægð en þú veist, vissulega hafa allir sína skoðanir og allt það en ég hugsaði bara, þú veist ég get ekki ímynda með neitt betri ekki heldur ekki einu mannsku sko bara hver ætti annars að taka þetta viðtal en það var líka sagt að þeim fannst Oprah grípa pínu frammi þegar koma Harry og þá sagði ég svona ég er alveg pínu ósumlar þarna því að ég fílaði hvað hún setti hann var ekki svona þú veist mér leið eins og ég væri trapped og hún bara trapped, þú bjóst í höll bara þú veist, þú forréttinda pesiðin skilur,
hvað ert að meina? Hvernig ert þú trapped? Og þá var ég bara svona, já, velger spurðu maður. Já, einmitt. Þannig að ég var ósammála, en þetta er vissulega skoðun sem að ykkur eru með. Alveg potið, sko. Ég held sem bara mörgum með mismunandi skoðun og það er náttúrulega bara allt í góðu, sko. 100%. Getum ekki alveg eins. Nei. En varðandi, þú veist, óperu, þá erum við ánar. Já, við erum ánar óperu. Queen Majesty Opera. Jokes. Her Majesty. Já, svo fannst mér líka áhugavert, það voru að tala ef ég er bara að reyna að rifja punktana kannski í svona smá chronological order en þú veist, svo kannski flökkum við fram og tilbaka en hún er að tala þegar hún byrjar með Harry og hún bara, þú veist, byrjar með Harry og ég veit ekkert bresku konungsfjölskylduna og ég googlaði ekkert Já, ég var smá erfitt þarna. Já, pínu Já, ég veit það ekki það var ekki fyrir en bara ég horfði á Kránuna í byrjun árs sem ég vissi ekkert og þegar þetta er makiðinn og þeir eru bæði celebrity, skilur, hann er alltaf royal ertu ekki að gefa honum það að vera ekki að googla hann, skilur ég held að ef þú ert að deyta svona frægan aðila þá ertu ekki að googla manneskinn, það er bara eitthvað smá skrítið Já, og þú kannski líka veist að því þú er sjálf í þessari stöðu eins og Meghan þarna í þessari stöðu, hún veit sjálfa og ef ég googla mig og kemur bara bullsögur en ég meira svona tala Googlaður ekki royals en það er ógeðslega erfitt einhvern veginn að reyna að skilja þetta gegn Google bara hvernig það virkar, þannig að kannski vildum bara kynnast fjölskyldunni út frá hans skilur útskýringu Já, það er eitthvað við mig sem ég er svona Já, en auðvitað, hún alltaf eins og hún segir í viðtalinu þá þekkir hún hann að hvað heit það? Eunice og Beatrice já. Sem eru dætur hans Andrew sem er sonur hennar Elizabeth og kannski veitum bara svona þú veist, það einhvern veginn, skilur og þú veist, ég veit ekki, hversu mikið ert að googla viniðina, skilur Já, algjörlega, sko En ég skil hvort fara, en ég er bara svona að reyna að skilja hennar sögu af þessu Algjörlega og ég held sér ógeðslega erfitt að sérstaklega með þessa fjölskyldu bara það er svo mikið af sögum og eitthvað, þú vilt kannski bara hún les ekki fréttir, skilur og kannski vill hún bara loka á og bara leiða sér að kennast manneskinni á þess að pæli ykkur öðru það er bara kvíðavaldandi og stressandi og þú veist en hún sagði samt sjálf að því að hún, þú veist, fór inn í þetta vitandi ekkert að það hafi verið mjög naív move af henni Algjörlega. Hún sagði það, þú veist, naív íslenskar það er bara svona, bara barnalegt heimskulegt einhvern veginn að hafi ekki kynnt sér þetta betur að því að hún vissi ekkert hvað hann fór út í hún vissi það að ykkur leyti en samt ekki svona hún sagði því samt alveg viðtölunni þú veist, kom hann inn og þá var ég bara ég er undirbúin því að gefa ykkur allt mitt líf bara já, þannig að þú veist, að vissi leyti viss hún það já, hún vissi það, hún er átt þessu samræði bara ef við erum að fara að gifta okkur þá erum við bara senior members of the royal family skilur, við erum bara að vinna fyrir breska bara Bretland skilur og royal fjölskylduna þannig að já, ég held hún vissi ekki alveg hvað hún var að koma svo út í samt sem áður. Ég held hún vissi kannski ekki alveg hversu ógeðslega þungt þetta er. Nei, ég er 100% sammála þar. Hún vissi ekki að þetta yrði afleiðingarnar, að þetta yrði það sem gerðist. En auðvitað er þetta bara svona, þú ert ógeðslega hamingjusöm, þú ert bara ástfangin af einhverjum manni og hann á þessa fjölskyldu og þú ert bara þú veist, þetta er örugglega getur spennandi líf, hann talar vel þetta, skilurðu. Hann er náttúrulega bara blindur sjálfur þarna til að byrja með. Já. Nákvæmlega, en hún tala líka það í umræðu við þetta þá sagði hún, þú veist, hún alltaf búin að búa í LA og búin að vera að leika í Suits og svona, og hún alveg, þú veist I see celebrities every day, þú veist ég sé frægt fólk og hún var eiginlega búin að setja bara pínu samansammerki þetta er bara frægt fólk í Bretlandi eins og hún orðaði það, en svo sagði hún bara eftir hún kynntist þeim að þetta er bara a whole nother ball game og það ég held að það sé svo ógeðslega mikilvægt fyrir okkur að vita að þetta er bara eins og dæmisagan þau eru að keyra þarna í bíl upp að einhverju, þú veist, eitt af þessum 1.000.000 húsum sem það eiga og Harry segir, já, amma mín verður þarna og hún bara, ok, já, þú veist, frábært eitthvað hlagt til heita ömmu þína því að hún átti gott samband ömmu sína og bara vöna heitla ömmur og bara, já, kanntu að neyja þig bara, amma þín já, hún bara, þetta er amma þín, þú veist gerið það ekki bara í public hann bara, nei hvort það neyja þig, skilur en þá sá hún strax svona, wow, ég er búin að miskilja, þú veist, þetta er ekki bara að því eins og hún segir, þú veist, eins og hún þekkir stjörnur, þá eru það stjörnur þegar það eru rauða dreglunum svo er þetta bara venilegt fólk heima þessar það er svolítið svoleiðis, en þetta er bara whole nother ballgame, skilur, og sest ekkert við hliðina og mátt ekki setja hliðina það sé sunnudagskaffi
og þú þarft alltaf að byrja á því að segja Her Majesty og neyja þig svo máttu adressa hana öðru í sig og þú veist, þetta lærir maður bara í Crown og þú veist, þar sem að hún kannski ekki að skrítið fyrir hana að horfa á The Crown þegar það var ekki komið út 2018, jú, var aðeins byrjað það var aðeins byrjað, já þú veist, hún ekkert að horfa á þetta og veit þetta ekki þegar hún að deyta hann Nei, og líka pældi hvað mikið að gera sjá þeim, þú ert að reyna að kynast manni og þú ert að læra endalist að einhverjum reglum hvernig þú ert að adressa fjölskylduna Ég held að þetta sé ógeðslega overwhelming og hún bara 100% pældir ekki nógu mikið í hversu alvarlegt þetta alls ekki fyrir þeim, skilur eins og hún sagði bara, ég held þetta væri bara það sem við gerðum in public en svo bara heima hjá honum þá væri Charles bara pappan og Elizabeth væri bara ammans og það væri bara eitthvað svona fjölskyld, já, eitthvað venjulegt family household, skilur Haldi ekki það var mjög draumur Já Þannig vill maður ímynda sér þetta en það er svo alls ekki þannig En þú veist þau gæti alveg verið hann, sko Nei, ég held að það fá ekki að ráða þeir, sko Þau gæti alveg verið meira melló heima á sér Er það svo? Já, enginn sem sér það hvað Það er alltaf eitthvað stafana og eitthvað Já, ég held samt að, þú veist það er alveg pínu kuldi í þessari fjölskyldu Já, ég held sé líka bara alltaf sjó að því þú ert með fullt af bara starfsfólki hann inni þannig að þú veist, það má ekki leka að þið séu bara eitthvað geðveikt líbóð þegar þau eru komin heim og gett venjuleg þið þurfa bara að vera þessar dúkkur basically. Þetta er bara dúkkur, sko. Þetta er hræðilegt Þetta er ríkalegt, sko já hvað næsta punkt á maður að fara í mér fannst líka bara gett áhugavert þegar maður hugsar Meghan öðruvísi heldur frá Kate og Dianu er það að hún kemur inn í þessa fjölskyldu hvað hún 36 ára þegar hún kemur inn í þessa fjölskyldu hún er búin að lifa venjulega lífi bara vinna að það hvað sá hann þú veist það er svona jógurtsjoppu og búin að gifta sig áður leikona bara lifa venjulega lífi ólíkt til dæmis Kate Middleton hún byrjaði með William bara í háskóla og þegar þau byrjaði í háskóla út í Bretlandi ára 18 ára hún byrjaði með William sem var 18 ára hún fer hérna úr grunnskólanum sínum í Bretlandi þar sem var bara í skólabúning þau byrjaði í háskóla byrjaði með William og við veitum hvað hún er í dag bara beint í þetta líf og elst bara basically upp við að haga sig svona í þessa átt í þetta hlutverk Diana giftist 20 ára hún hafði aldrei pröfað að lifa einstaklingslífi áður skilur, hún var bara fættist líka pínu inn í svona fjölskyldu en þetta sem Meghan sem bara veit hvernig er að labba til búin hún er bara frá öðru landi skilur hún þekkir ekki hvernig það virkar í Bretlandi og allt þetta og bara hvernig Bretar horfa á bresku fjölskyldinu eða rauðfjölskyldinu en hún líka bara vissi nákvæmlega hvernig er að lifa lífinu þannig að hún kemur þarna eins og hún var að tala bara ég sat þarna inni, ég fór ekki húsi í 4 mánuði hún veit hver hún er að missa nákvæmlega og maður svona hugsar, veit Kate það? Nei, nákvæmlega, hvað það ekki? Diana vissi það augljóslega að einhverju leiti af því að þú veist, hún síðan sleit sig í burtu frá þessu en þú veist, það er ekkert allir sem að vita hverju þeir eru að missa ef þeir fæðast alveg inn í þetta að ég held það algjörlega, þetta er bara það sem þau þekkja þau þekki ekkert annað Nei. Sturlað að vera, þú veist, búin að vera bara með þetta eigi bara, þú veist, þetta er bara íbúð eða þú skilur bara venjuleg lífi ára á lífinniðinu og svo bam, svo komin í bresku royal-fjölskylduna og þeir bara lókuð inn bara einangruð og svo tala bara, þú veist, hún mátti ekki fara út úr hús hún mátti ekki gera neitt og það var svo brútal bara leiðum mætti hana þá var bara tekið af henni vegabréfið, aukaskírteini og lyklanir hún sá það bara ekkert aftur Paldi ekki hvað þú ert nakin eitthvað þú ert bara svona ert ekki manni þú kemst ekki einhvern veginn í burtu bara hvar er lyklanir mínir þú ert bara eitthvað hana bara, það er svo verið bara komin í simsleika eitthvað skil og svo bara eitthvað fólk að stjórna þér 100% þetta er eins og vera komin í simsleik og hvað er góð samlegging bara svo líka bara þú veist þetta með það að vera alltaf eitthvað svona a hero and a villain með Kate og Meghan skilur það var rosalegt maður þetta var brútal að sjá þetta svona beint fyrir fram að sig hvernig það var borið saman þú veist við náttúrulega þú veist ég hef alveg séð fullt að headlines Meghan og þannig og Kate og allt þetta en ég hef aldrei séð það svona borðnar saman skilur eins og með avokadóið skilur það var rosalegt þú veist og þarna var Kate headline þegar hún var rólegt
þá var það bara að preysa það að hún var healthy living að borða avocado og svo þegar Megan var hann gjálegt líka þetta var, já, þá var hún bara hvað segir þér? Hún var bara ít undir þrælkunarvinnu og þú veist bara skóa eyðingu og bara, já eins og Megan segja, one loaded piece of toast já, bara greið má hún ekki fá sér avokadótoast eða við gerum öll, sko Þið minn góður Þetta er bara svo mikið neikvæðnum, svo leiðilegt þú ert bara að reyna að vera partur af fjölskyldunni en þau þurfa bara eitthvað til að hata bara þau þurfa, og líka eins og Megan tók fram sem var svo flott eitthvað svona þið þurfið ekki að hata mig ef þið elski Kate og þið þurfið ekki að hata Kate ef þið elski mig nákvæmlega það ekkert, þú veist, af hverju að hata eitthvað, til hvers, bara elski alla skilur einmitt, og svo fannst mér líka pínu vantin í umræðan en Harry og Kate hafa alltaf átt ógeðslega gott samband já, og það alltaf bara, þú veist, það að finna fullt af myndum að þeim bara í hlátuskasti og svona áður en Megan kom til sögunar bara, þú veist hann var bara single og var bara oft triðið hjóli með þeim skilur bara stórbróður hans og konan hans maður á yfirleitt mjög gott samband við mákonu sína og það var pínu svona vanta þeirra samband já, ég hefði viljað bara svona fá 1-2 spurningar það þú veist hvernig sambandið á milli þeirra núna já, Harry og Kate já, nákvæmlega, það var alveg góð spurning sko. já, af því að þú veist, þau voru alltaf bara algjöru vinir, algjöru dúllu vinir sko. Þannig ég veit það ekki svo náttúrulega bara áður en Megan joinar þessa fjölskyldu þá hún bara búin að vera, þú veist, hann að vinna svona samhliða Suits og eitthvað bara búin að vera að berjast fyrir kvenréttindum og pínu svona, þú veist, ég held að sé þetta bera saman það sem hún búin að vera að gera við til dæmis Emma Watson það verið búin að gera svona pínu svipaðar svona, eru talsmenn fyrir UN Women og hafa verið svona já, bara með mjög hvetjandi skilaboð til ungra kvenna og hún sagði, þú veist ég veit alveg gera eitthvað svo kaltanslegt að vera búin að lengi að tala fyrir kvenmenn og fyrir þeirra hönd og svo bara síðastlega 4 ár þá bara hef ég ekki sagt neitt bara var með geggjaða rödd fyrir alla og svo bara var hún bara silenced já, þá var mér spyrðið óbrábraka varstu með þögn eða varstu þögguð já, og hún segir the latter já mér finnst það brútal, þú veist, hún svo mikið að reyna að segja eitthvað en hún ekki að segja það í þessu viðtali hún alltaf bara svona, Oprah spyr þetta setna, skilur setna það sem hún sagðir og hún alltaf að reyna að sleppa þau komast hjá því að segja nákvæmlega og Oprah alltaf bara, ok, þetta það sem þú ert að segja, það ekki? Já. Bara, jú, ef þú segir það svona þá hljómar það þannig að þú getur sagt að það sé þannig ég var bara svona hættu svo, segðu þetta bara ángríns það mitt máli en ég skil hana svo, því hún skítrættur það máli og ég búin að heyra svo ógeðslega marga með þennan punkt bara í dag sem ég búin að ræða við sem búin að vera bara svona, þau sögðu samt ekki neitt þau sögðu helling en hvað, þú veist, þú verður að taka inn í myndina það svo takmarka sem þau og ég veit, þau ekki sér fjölskylda lengur þannig að þau mættu alveg labba út og segja bla 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 en þetta samt alltaf fjölskyldan þetta fjölskyldan hans og þetta alltaf fjölskylda Archie nákvæmlega og þú veist, þannig að auðvitað það að passa sig já, auðvitað líka bara þú veist, það bara skeri að segja eitthvað svona powerful fólk skilur óumberlega líka, þau þurfa ekki bara að hrættu fjölskylduna eða stofnununa, það eru allir aðdáendur nákvæmlega þú veist, það fólk út í Bretlandi sem að lifir fyrir þessa fjölskyldu og þú bara mátt ekki setja út á hana nei, og það bara áreiti lífshótanir og allt þetta og þó þau voru í Kanada þó þau voru í Bandaríkjunum það var samt hættulegt það allstaðar bara mjög stóra aðdáendur sem bara svona og eðlilega miklu aðdáendur en ég vona meira að í Bandaríkjunum sé meira af þeirra hlið, skilur já, ég vona það líka að því að í Bretlandi þau væri ekki safe í 1 sekundu akkurat núna þar nei, ég held ekki pældi hvað þetta að sofa vá það svo allir í Bretlandi brjálæri yfir þessu viðtali það mætti segja það nema svona okkar kynslóð já, algjörlega mér finnst okkar kynslóð þegar þú veist, nú ájárlega nokkra vini þú veist, úti eftir að hafa verið í skólanum og ég ekki búin að hringi þau, það var alveg gaman kannski að taka upp símtalið við James eitthvað en hann út í Bandaríkjunum eða ekki? Hann út í Bandaríkjunum núna, já en hann náttúrulega Breti húð og hár já, algjörlega en ég er búin að sjá svona hvað þau eru búin að læka á Twitter og retweeta og þetta allt bara svona að þau skilja þau eru bara svona calm your horses, fattar þau bara eitthvað, hvað að ykkur algjörlega en já, eitt sem líka bara, þú veist ef við förum bara í, þú veist, á botnin kvöld
af hverju fóru þau úr fjölskyldunni var brot af öryggi af því að það bara eins og þessi stofnun og þegar við segjum stofnun og fjölskylda þá það bara eins og Megan sagði þetta tvennt ólíkt þetta bara stofnunin, svo þetta fjölskyldan og stofnunin eins og ég skildi þetta í gær bara allir starfsmennir allir sem reka batteríið Royal Fjölskylda af því þú veist, Elisabeth ekki að reka batteríið þótt að hún einhvern ef maður horfir á krán svona maður veit ekki alveg hvort það sé allt eins að þannig en þar ræður hún í rauninni ekki neinu sko afar litlu hún vildi gera eins og allt fyrir systur sína Margaret hún var alltaf til í það en svo kemur þessi the head of the institution og þeir eru bara, nei, það gengur ekki þetta búið að vera svona í mörg ár, það ekki hægt og mér finnst alltaf það eitthvað svona þetta búið að vera stofnun sem til í 1200 ár en ef fólk í 1200 ára sem er að vinna það ekkert búið að uppdeitast það hlýtur bara að fara að breytast í þessu þegar þetta fólk fyrir að þú veist, bara fara skilur og bara hætta þessu að kemur nýrra fólk inn yngri kynslóðir, það svona svo langt í það mér finnst því svo þú veist, ef að Charles verið kongur hann ennþá á þessu sama stað af minni upplifun ég alveg svolítið sammála sko William hann smá svona, ég veit ekkert mann skilur ég þekki hann ekki neitt en ég sé hann fyrir mig svona smá eins og yngri Charles ég held að sé með William ég held að sé bara búið að móta ég held það nefnilega og það var gert til Charles líka það voru ekki öll sískinin þannig sko en hann bara hann vildi svo bara svo mikið eða vill svo mikið vera kongur hann bara in the role skilur hann bara svo mikið til í það skilur að vera í þessu það alltaf eins og sískinni þeirra sem að falla undir það að fá krúnuna eru bara svart og hvítt þú veist, eru bara ótrúlega ólík og þá þú veist, sáu eins og Margaret og Elisabeth skilur, Margaret bara lifði lífinu og hún bara hafði gaman en Elisabeth bara, hún auðvitað gat það ekkert. Nei, hún vissi líka bara að þetta var hennar bara ról, hún sætti sig bara við það sama með Charles og svo ertu með systir hans Önnu og fleiri og þú veist, hún svona miklu meira bara chillari og svo Harry og William nefnilega þetta alveg ég veit ekki nei, ég með einn punkt líka þú veist, að ég sá á netinu að vera eitthvað að ræða ég þreytti á Oprah sér að spyrja hvaðan kom þessi saga eins og að slúðublöð byggja ekki til þessar sögur ég samt án spurði að því að svari við þessa spurningu í hvert einskip sem Oprah spurði en hvaðan kom þessi saga að þú hefði grætt Kate Middleton svari var alltaf frá stofnuninni og líka það að þarna að hún átti að hafa grætt Kate Middleton og hún segir bara að það veri öfugt það var svakalegt það var eitthvað sem þú veist kom með þessa sögu þess að spyr hvaðan hún kemur það var eitthvað en hún var öfug þess að Kate lætur Megan gráta sem alveg hún var svo mikið ekki en langaði ekki að segja þetta en langaði ekki át hana því að þú veist að hún búin að fyrirgefa Kate fyrir þetta hún gerði það samt hún þurfti það svo mikið ég fekk alveg svona oh my god þetta var alveg mér varst það pínu svona ég veit ekki af hverju nei, þú veist, ef ég hvorki tím Kate niður Megan bara alls ekki, en ég var svo smá svona oh my god, ég á ekki veit þetta nei, eitthvað svo svona mikið svona royal secret sem að fannst ég ekki að skila að vita og líka, þú veist, slagurinn þú veist, rifrildi hefur verið og tala þú veist, kjólana hjá Bridesmaid þannig að basically bara kjólinn hjá Charlotte dóttir Kate ég veit ekki þetta bara svo skrítið ótrúlega spes og þarna þegar þessi saga sem kemur að Megan lét Kate gráta þá var enginn sem leiðrétti það sem gerði hana bara svona geðveikt bara vulnerable skilur við og þú veist þessi saga kemur alltaf frá þeim fyrsta lagi og hún snúið við skilur við væntalega þeir að fara að líða illa þegar líður eins og allir sé á móti þess ef að það fyrsta lagi sett sögun út og öðru lagi breytt henni, þannig að hún sé the villain einmitt, en samkvæmt sögursögnum Meghan Markle og Harry í gær þá voru allir á mótinni það var aldrei eins og hún tók svo skýrt fram ef það var saga að ganga mig og ég vissi að stofnuninu vissi betur þau leiðréttu það aldrei en þau hafa margoft tekið upp hanskan fyrir fucking prins Andrew ræða það við það að grínast þú veist til mynd af prins Andrew með Jeffrey Epstein þú veist nei það var ekki svona það gerist ekki þú veist, eitthvað að
Þetta bara galið, sko. Þannig að, þú veist, ef þau eru, þú veist, og það líka hlýtur að vera ekstra mikið bara svona, heyrðu þið að bakka allar hinu upp, get ekki og að því að hún var ekki bara að gera neitt rám, skilur. Ég veit ekki, ég fæ bara svona. En já, á Botninkolt, ástæðan hvernig þau fóru úr bresku konungsfjölskyldunni var bara út af öryggi. Já. Bara þetta, bara stofnunin var ekki að venda þau þegar koma sögursögnum og tjási og leiðrétta. Og ekki bara gefa henni hjálpina sem hún þurfti. Fyrir utan það. Og svo bara security, öryggi. Security líka bara fyrir, þú veist, Archie, svona þeirra. Ég bara, þú veist, það byrjaði þetta. Archie fæðist og hann bara, nei, hann verður ekki prins, hann fær ekki sama öryggi og hinnis. Já, og ég kynnti mér að þetta með prins, mér fannst þetta ógeðslega skrítið og ég var eitthvað svona gætt eitthvað svona að reyna að skilja þetta og nú ætla ég að reyna að fara með rétt mál eins og ég skildi þetta af því sem ég var eitthvað að reyna að hlusta á eitthvað svona útvarpsdót frá BBC bara í gær og eitthvað að þá málið þannig þú ert aldrei titlaður prins eða prinsessa nema þú sért barnabarn konungs eða drottningar þess vegna til dæmis Harry og William, þeir eru prins af því að Elizabeth amma þeirra börn William eru líka titluð prins og prinsessa af því að þegar Elizabeth mun koma til með að falla frá þá verður Charles kongur eins og ef við færum í rétta röð þá eru þau náttúrulega barnabörn Charles líka Archie en þarna sögðu þau þetta ár þegar Archie að fæðast þá sögðu bara þau ætla að breyta ykkur núna ætlum við að breyta þessu þannig tæknilega séð á hann ekkert að fá prinstitilinn strax en down the line átt hann alltaf að verða prins en hann barnabarn og mun koma til með að vera barnabarn en af hverju þá meikar ekki sens að synir hennar William og Kate séu prinsar og prinsessur Nei, þá segja þau með eitthvað, núna erum við að breyta þessu af því að það bara of dýrtar titla svona marga. Og af hverju, og þá þú veist náttúrulega tekur Meghan því persónulega af hverju ég verið að breyta þessu akkurat þegar ég eignast barn. Akkurat. Skiljanlega, þeir líður bara attacked, skilur þú. Kannski þetta bara alls ekki meiningin. Nei. Kannski ætluðu alltaf að breyta þessu út af því að þú veist, línan að krúnunni orðin smá skrítin, skilur þú. Og svolítið löng. Já. Og svolítið dýr. Já. Ég veit það ekki. Nei, bara þetta, að því ég var ekki alveg að skilja, þú veist, down the line þú veist, bara svona þegar voru að ræða þetta í gær ég var svona, ég skil ekki það, þú veist að því maður bara svona gaf sér át og hann prins en þá reglan þú þarfst að vera barnabarn og svona, ok, en þá verður hann, þú veist, nema Elizabeth lifi að eilífu, maður veit aldrei, þú veist sumi vilja sé eðlilegt fólk en þú veist, þá down the line ef hún fellur frá og náttúrulega Charles ennþá uppi, þá það avans og avans þá kongur. Ætla hann fáið þá titlinn? Archie? Nei, ekki núna. Nei. Búin að segja af sér allum titlinn. Já, auðvitað. En ef það hefði ekki gerst. En það var spurningin. Já. Verður hann þá prins down the line og þá var þau eitthvað svona eitthvað, En þau segðu basically við hann bara, nei, hann verður aldrei. Nei. Það var aldrei gerst. Það er sturglað. En þau við segja við þau bara, Archie mun ekki fá titilina, þau ætlum bara að breyta þessu núna, þetta bara orðið svo dýrt og það er svo mikið af fólki sem erum að, þú veist, þú þarfst að borga, leiðast titlar eitthvað, þá ertu bara komin á launaskrá. En þau segja líka eitthvað Meghan að það sé of dýrt að hafa hana í fjölskyldinni, einhvern veginn. Já, þú veist, að væri bara fínt að hún myndi bara halda áfram að leika. Já, til þess að halda upp í fjölskyldinni, því að það er dýrt að borga fyrir hana líka. Hvað bull er þetta? Sjokki. Ég er nóg að fokkin peningum, ég skil þennan pól skil ég ekki. Nei, þetta meikar engan sens. Þú veist, bara líka, ef maður að horfa á náttúrulega, fyrstulega þetta bara fárlega hvernig fjölskyldan að haga sig, en þú veist, þetta bara it is what it is, skilur og hvað ef það væri bara eitthvað royal bara að leika í einhverju bíómynd, skilur væri það ekki gett skrítið? Já, nákvæmlega. En kannski það bara geggjað, skilur vonandi það í framtíðinu þegar mega verið með vinnur, skilur en samt. En þetta var áður en þau giftu sig. Já. Þannig að þetta var kannski vonandi, eða þú veist, þau voru að segja þetta í kannski vonum að þau endast ekki. Já, einmitt. Þau setur mann ekki launaskrá þegar þau ekki eftir að vera neitt. Nei. Kannski var það einhver hugsun, ég veit það ekki. En eitt líka, þú veist, það var alveg mikið að tala þú veist, að Kate sé, þú veist, öðrum hörundslit, skilju, að mikið tala það og það var
Póll sem að, þú veist, Oprah spurði mikið út í skiljanlega að því að eins og við tölum í þættinum, Royal þættinum okkar, þú veist, þá var þetta alveg sem spilaði inn í að því að slúðublöðin voru, þú veist, einhvern veginn að taka það og alltaf að, þú veist, búa til eitthvað issue úr því. Og ég einhvern veginn svona trúði, eða þú veist, mér langaði að trúa að það væri bara léleg fucking fréttamannska og þetta væri bara clickbait og þetta væri bara ógeðslegt, en maður vildi aldrei trúa að þetta væri innan fjölskyldunar líka. Já, algjörlega. Ég fattur hvað meina, maður var alltaf svona, þetta er bara eitthvað ógeðslega slísi fólk að skrifa þetta í fréttablöðum til þess að fá okkur clickbait, svo ég veit ekki hvað. En svo, þegar hún segir í gær að þetta hef í alvörinu verið eitthvað issue innan fjölskyldunar, þá er maður bara, nei. Svo mikið bull, sko. Come on. Svo mikið kjaftaði í alvörinu. En þá erum við að tala að, það átti samræða, það fór fram samræða, Harry við einhvern. Einhvern hann vildi ekki segja fjölskyldin en svo eiginlega kom fram, já, someone in the family. Já. Ekki stofnuninni. Já. Varðandi það, þetta áður en þau gifta sig, áður en Meghan ófrísk af Archie, að þá verið að ræða hversu hörundslit barna þeirra, mögulega barna þeirra og hversu dökk eða ljós þau gætu orðið. Já. Sem sturluð umræða. Bara pældi í sjokkinu þegar þú ferði þetta í andlitið frá bara fjölskyldinni, bara þú veist, bara í alveg að þið leifa sér að spyrja þessu. Pældi hvað vont. Bara fyrir alla, bara fyrir hann bara þurfa að taka þessu frá fjölskyldinu sinni. Já. Bara vera bara, já, betur, hvað ertu að segja? Já. Bara, skilur. Já. En hann það var síðan tekið fram í CBS næsta morgun, þannig að þess að í rauninni gær morgun, eða þú veist, mánudagsmorgun í Bandaríkjunum, að þá Oprah að ræða þetta viðtal við Gayle, sem líka frægur við takandi, ég veit ekki hvað orðið þú veist hvað ég meina, þáttustjórnandi eða eitthvað, en ræða þetta og þá er eftir farið inn á þennan punkt, hvað þetta með þessa umræðu sem Harry á að hafa átt, skilur við eitthvað, og þá sagði Oprah, ég vil taka skýrt fram og ég fekk skýrt að vita það að þetta kom ekki frá Elizabeth eða Philip. Þessi samræða, já, það ekki? Jú. Ég trú ekki William upp á þetta, bróður hans. Nei, ég myndi ekki trúa, kannski, ég veit það ekki, ég veit ekkert bara. En minn fyrsta hugsun var nákvæmlega þessu og þú sagðir. Charles. Mér finnst, já, 100%. Já. Það er ræðilegt. Já. Pappans, skilur. Pappans, og þú veist eins og hann tekur fram viðtalinu, Oprah spyrir náttúrulega hvernig sambandið á milli þínu pappa, hann segir bara að þau talið var alla saman. Allavega eftir þetta, eftir þau fóru. En þau tala ógeðslega vel Elisabethu. Já. Ég veit ekki hvort ég að trúa þið ekki. Nei, ég er alveg búin að vera bara svona eitthvað, þú veist, að því að vissulega, hún höfuð krúnarinnar sem það bara allir með mestu respekt í heiminum bara fyrir þessar konu. Ég held að það sé bara máli. Já. Ég held að þau að fara þetta viðtal með það í sameiningu, bara búin að ákveða sig. Eina mannskja sem tala vel já, pössum okkur á Queen Elizabeth að því að hún 95 ára á árinu. Ammáli eftir smá. Já. En hún 95 ára á árinu. Tæknilega sé að hún eflaust ekki mjög mörg ár eftir ólifað. Það ber allir virðingu fyrir henni og þau vilja bara halda því þannig. Og þau vilja ekki koma cross sem eitthvað fólk sem kemur fram í viðtali fyrir heimsbyggðina og tala illum 95 ára konu sem búin að standa sig best af öllum sem hefur verið í hennar stöðu hingað til. Búin að setja í þessu hlutverkinu í 70 ár. Einmitt. Ég held að þetta hafi verið bara svona samkomulag. Já. En þau máluðu alveg mjög góða mynda. Mjög góða. Þau eru alltaf á Zoom eitthvað. Já, og þau persónugerðana og þau gerða ekki við neitt annan. Eins og líka með söguna þar sem hún segir að þær voru tvær saman í bíl, Meghan og Elizabeth, og hún setur teppið sitt yfir hana. Svona, hvað saga þetta? Er þetta svona smá svona eins og hún var búin að plana að segja þess að sögu? Það er máli. Það er 100% máli. Þetta var svona, við pössum okkur að halda allan hennar virðingu fyrst og
Og reyna þess að drullega the institution meira. Já, það var 100% plani. Svo náttúrulega verður maður að hafa það alltaf í huga, þú veist, bara allir. Þetta kalkulið, þú veist, ekki halda í eina mínútu að Meghan og Harry hafi ekki hitt eitthvað sem sér almanakstengsl eða PR eins og þeir á ensku og rætt hvernig á að orða x hluti og ef ég spurði x spurningu. Bara í þjálfun og 100%. Að því að Meghan var bara, eins og ég sagði þegar ég bara váká hann góð að svara öllu svona í kringum spurningana. Bara svo, já, 100%. Bara svona án þess að segja hlutin en samt segja hann þannig að Oprah gæti sagt hlutin fyrir eitthvað skilur. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara, já. Þetta er svakalegt. Já, þetta er rosalegt sko. Og eitt varðandi, þú veist, hörundlit líka þessum, þú veist, sem ég fannst svo ógeðslega góð punktur og svona ógeðslega yfirlitið einhvern veginn er það, þú veist, ok, þetta ertu komið með mannesku sem þú veist, bara, hún blönduð, skilur, hún á hvítan pappa og svarta mömmu og hún bara blendingi og þú veist, var það ekki öfugt? Hæ? Var það ekki öfugt? Nei. Skiptir ekki máli samt. Nei. Og hún bara með blandaðan húðlit, bara ok, whatever, skilur. Þú komið þennan mannski inn í fjölskylduna og þetta er svo, þetta er svo missed opportunity. Einmitt. Bara að vera þarna með fyrirmynd. Einmitt. Fyrir þennan hóp af fólki. Þarna áttu þau að vera bara. Þarna ertu bara með trilltan talsmann sem er búin að leggja vinnu sinni í það að tala fyrir kvenréttindum. Og að, þú veist, innan minni hluta hóp eins og sem ég vilja segja að, þú veist, hörundlitaðir séu skilur, þú veist, sem þeir eru eflaust að þú veist, þarna komir geggjan talsmann og eitthvað sem er bara svona fyrirmynd fyrir alla það ungu stelpur, ungu stráka Nákvæmlega. Sem koma af sama uppruna á hún til þess að líta upp til Nákvæmlega. Og þau bara eitthvað, nei við viljum ekki að nýta okkur það. Og þarna hefðu geta, þú veist, það er náttúrulega búið að sögur að það sé bara mikill rasismi í þessar fjölskyldu bara. Já. Þarna hefðu geta bara kæft það, skilur. Bara 100%. En það gerði það svo alls ekki. Gerði bara það öfuga. Bara þú veist, þeir eru þarna með einmitt, bara segja, þetta er bara svo mikið missed opportunity. Og þú veist, með þess að koma. En það er ekki hægt að láta þau vera eitthvað annað en þeirri, skilur. Því miður. Bara grow fucking up. Þetta er fáralegt, sko. En þá er bara spurning, þú veist, þá er bara í alvörinu spurning, ég er ekki grínast bara, en verður þessi umræða, ekki endilega þetta viðtal, en bara þessi umræða sem er að opnast núna bresku konungsfjölskylduna, stofnunina, verður þetta að falli? Ég hugsa þetta bara, verður stifta stóli? Já. Af því að, oh my god, pældi í því. Af því maður hefur lesið það bara í history, bara, þú veist, Rússland, það var stifta stóli og allt þetta, skilur, en vá, það var svakalegt. Líka bara, þú veist, af því að það er ekkert í lagi við það, þessi rasismi innan þessa fjölskylda, ekki neitt. Og þessi fjölskylda, þú veist, á öll þessi Commonwealth lönd, ég veit ekki alveg hvað þýðir, whatever, skilur, en þau eiga fullt af löndum, Kanada, Suður-Afríku, bla bla bla, að það sé fólk og fólk innan þeirra stofnunar sem er með þannan hugsunarhátt er bara ekki boðlegt. Nei. Þannig að verður þetta falli fjölskyldunar? Maður vonar það smá, sko. Þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, skilur, en þú veist, það hlýtur bara að vera. Það er bara hlutin fyrir að breytast. Við erum komið það langt að það er fáralegt að svona stór fjölskylda, bara svona powerful fjölskylda, sé svona. Hlutin verða að breytast. Það verður að gerast. Það bara verður. Bara vonandi. Já. Eitt hérna sem ég verð að segja, sem ég fekk svolítið svona gæsahúð að hugsa í gær. Ég var eitthvað svona að keyra heim frá þér og ég var svona, oh my god, já, svo fengum við að vita það að hún er ólétt náttúrulega og ávon á litli stelpu. Ertu að segja sama og ég var að hugsa á hann? En fyrir skýrna Díana. Já. Pældu í því. Ég fæ sko bara svona gæsahúð heldur að gera það? Já. Heldur að gera það? Ég held það. Ætli það ekki? Shit. Það er líka bara svona, maður sér það bara svo mikið í Harry hvað hann elskar mömmu sína, skilur, bara hvað hann saknar hana, hvað hann hugsar til hennar daglega og það er vonlega stelpu, ég líka því að hún vildi að hann myndi segja að það væri stelpa, skilur, maður er svona ok, þetta var bara Diana, sko. Og William skýrði ekki Diana, hann skýrði Charlotte. Pældu, já. Hann skýrði ekki Diana. Nei. Ég skil ekki alveg William, sko.
Nei, ég tengi rosa lítið, sko. Það er bara því ég veit ekki ná, sko. Nei, ég veit ekki, sko. Ég veit ekki neitt. Hann, ég þarf að kynast honum aðeins betur, sko. Já, algjörlega. En ég mun grenja. Díana, sko. Já, ég líka. Ég mun vera bara, oh my god. Algjörlega, sko. Ég veit ekki hvað það hlýtur bara að vera. Við erum svo spennt fyrir sumarinu þegar við fáum að vita það. Nei, sko, það verður bara ég mun missa mig, ég mun bara að þú vildi ekkert segja settan dag eða þú veist, hún bara this summer. En maður sá það alveg, þú veist þetta mæ, sko. Já, snemma, sko. Þetta snemmi sumar. Já. Ekki. Jú, að þau tilkynna aldrei fyrir rosa seint. Já. Þannig að bara það sem búið að tilkynna segir okkur það að það sé ekki langt í þetta. Það eru kannski 2 mánuðir í þetta. 2 til 3 mánuðir í þetta. Ekki mikið meira, sko. Oh my god, sko. Þetta er fæs. En talandi líka bara, áður við förum bara smá með Díönu. Komur ógeðslega mikið óvart þegar við erum að tala um já, bara þú veist, hvernig við erum búin að lifa núna síðustu mánuði eftir að við sögum okkur úr fjölskyldunni. Þá sagði hann, þú veist, við erum búin að lifa á peningum sem mamma skildi eftir fyrir mig. Já. Og mér fannst það svo svona, vá, pældi í þessu. Eftir öll þessi ár, eftir allt sem Díana barðist fyrir, þá nær hún samt að hjálpa honum í þessari stöðu, þar sem hún hefði akkurat viljað að hann hefði gert. Nákvæmlega. Pældi hvað hún er eitthvað proud. Já. Elsku Díana. Og pældi hvað hún er bara standandi við hlena þú veist, ef að hennar peningar eru að leyfa að gera þetta. Einmitt. Svona ekki fucking face á svo fjölskyldu. Pældi, hann segir líka bara að þau hefði ekki getað gert neitt nema út af þessum peningum sem hún skildi eftir. Já. Af því þau bara köttuðu 100% off. Köttuðu allt security off. Þú veist, eins og með að leikarinn í LA Tyler Perry. Já, Tyler Perry, hann bauði security. Ekki Tyler Perry, sko. Án gríns. Hvað er í gangi? Hann lánaði bara húsi og borgaði security og þú veist, pældi að líða bara eins og þú veist, halló, þetta er Harry Bretaprins og það sem er mega markar mjög fræða leikun og Suits. Megum við gista hér? Með mitt. Það er bara búið kött á gróf. Við eigum engan fjárhagslegan stuðning. Nei. Hvað er í gangi? Þetta er... Og eins og Harry sagði, það er eitt að cut off peningin. Það er annað að cut off öryggið. Já. Það er líka bara... Þetta er líka Harry fucking Bretaprins. Hann er ekki safe, sko. Nei. Þú veist, það eru bara svona minni Hollywood stjörnum með security, sko. Og hvað með þá Bretaprinsinn að hann fari ekkert security? Sturlu. Og þau bara, og sonur hann, skilur bara fjölskyldan. Þetta er fárlegt, sko. Ég er bara í alvörinni. Ég allan að sé ekki hvernig þessi stofnun, þessi fjölskylda ætlar að halda áfram án þess að tjá sig um þetta mál. Hvernig, þau geta ekki grafið þetta. Nei. Það er ekki hægt að grafa þetta. Nei. Allur heimurum er með þetta. Velkomin í 2021. Já. Í upplýsingaflæði á vonandi koma þau til ásins 2021. Ja, að þau eru dálítið föst bara í 1900 og súrkál, skilur, ég veit ekki svona. Þau eru bara föst. Samkvæmt BBC er krísufundur hjá konusfjölskyldunni í dag. Oh my god. Oh no girl. Ég myndi gera svo mikið. Ég myndi regla hægt að vilja lifa sem Birta-Líf bara til þess að fá að vera fluga á vegg inn í þessu herbyggi. Þú deyja svo bara sem fluga. Með allar upplýsingarnar. Nei, ég bara verða að vita. Hvað er það að tala um? Hvernig er þetta uppsett? Er það bara eitthvað svona pour me a cup of tea? Þau eru bara shaking, bara drekka teið sitt bara. Já, er það bara eitthvað was it you that talked about the race? Wasn't me? Er það bara eitthvað þar? Einmitt. Nei, þau vita alveg. Þau vita alveg upp á sér sökina. 100%. Ég held að, já. Bara, Kate, you made Megan cry. Þau vita allt sem koma út, sko. Ég veit að, ég... Og Elisabeth bara, I regret giving her that blanket. Já. Er það? Skilur Hún er glánað að hún kom vel út úr þessu, sko. Já, hún kom mjög vel út úr þessu maður. En svo líka gleymist bara, fókið maðurinn hennar er bara på spítala. Já. Philip er bara på spítala. Já, elsku. Hvað fyrir? Það er ríkalegt. Ég sá eitthvað tweet í gerð, þetta er ljótt tweet, en þú veist, eitthvað svona, Queen Elizabeth watching the interview next to, eitthvað svona, snúrunni við hérna á manninu sínum. Eins og nefnir núna bara eftir að pull the plug. Oh my god. Svo sögurnar breytist í eitthvað annað. Já, til þess að það sé að fara að grafa þetta. Já. Oh my god. Twitter er mín, sko. Twitter er náttúrulega bara rosalegt, sko. Og það er náttúrulega búið að vera, fólk er búin að vera háartan inn á, ég er náttúrulega ekki á Twitter en þú er búin að segja mig frá þessu. Og bara það sem fólk er að leifa sér að segja líka, fólk sem er að
actually bara að segja að Megan sé bara að biðja athygli og nota eitthvað, þú veist, victim card hérna, maður svona þegiði. Bara hætti líka bara, þú veist, ok, við getum alveg að gefa okkur það er alltaf hliðar hverju málum. Algjörlega. Og það eru visslega 2, 3, 4, 5 fokkin hliðar, skilur, ok, þetta er bara þeirra sannleiki. Tökum honum bara þannig. Líka bara ekki gera lítið úr hversu ógeðslega illa henni leið. Lestu bara headlines og ef þú setur þitt nafn þar sem Megan nafni var sett ef þú getur alvörinu liti á þau á þær fyrirsagnir sagt, já, þetta er ekkert svo slæmt þá er eitthvað að þenni siðferðskend þú veist, það er bara eitthvað að hjá þér bara að, hún sé bara að koma opinberlega og segja allt maður bara stoltir af henni, skilur og fólk sé að gera lítið úr þessu og segja hún sé að ljúga og maður svona í alvörinu þetta er hennar sannleikur, skilur þetta er bara hennar sannleikur bara 100%. Shut the fuck up about it maður er svo galegunni fólk leifir sér að tala aðra og hvernig þeim líður maður er svona, you don't know shit sko við veitum enginn á okkur veit neitt nei, og líka okkur má hún ekki bara hafa þú veist, þú þarft ekki vera sammála nei, ef þú ert ósammála stíðu bara já, bara sleppti að segja eitthvað það hefur ekkert fallið að segja sleppti það er þannig það er heita mál sko við getum alveg verið en við spurðum samt tebúsgestina ég kannski ekki bara að við vildum aðtuga bara strax í gærkvöldi hverjir horfðu á viðtalið og hversu mörg prósenta af okkar fylgjendum á Instagram tebúsgestunum eru búin að horfa það þýr ekki þessi og sein alls ekki farið og horfið á þetta já, ég mæli með því já, og ef þið eru, þú veist, ekki með ykkur íslenska stöð sem sýndi þetta eða þú veist hvað sem er í lofa, skrifu bara Meghan Harry Oprah interview já, einmitt, og ef þú hefur ekki tíma og nennir ekki að horfa á allt þá er hægt að sjá bara svona highlights allstaðar og YouTube bara highlights já, það sem er búið að taka klippur af sem hluti sem þið er að segja, skilja en það sem er alltaf gott að sjá viðtali í meira samingi 100% en það var 45% sem að sögðu er búin að horfa og það er mikið prósent með að þetta er ekki búið að vera í sólarhring en á Íslandi, skilur við algjörlega, ég er alveg sammálaðið sko og 55% á það eftir síðan spurðum við bara eitthvað skoðun, skilur já, bara any thoughts fyrir þá sem eru búin að horfa og það eru mjög mikið af svörum já, ólíkum svörum sumir segja þetta hafi ekkert komið sér óvart já sumir komið bara komið óvart hvað þau stofnunin ræði miklu en fjölskyldan þannig sé litlu já flott hjá Megan að tala andlega heilsu og geta beðið hjálp hann alltaf punktur sem við glindum alveg að fara inn á en þú veist en það er 100% bara mikilvægi þess að þeir fóru sér fjölskyldur að því að algjörlega hún gæti ekki sé fyrir sér að lifa lengur hræðilegt að heyra þetta ógeðslegt bara skelfilegt elsku og þurfa að fara á eitthvað event beint eftir þetta, skilur hún loksins manna sig í að segja þetta við Harry, skilur þetta bara hræðilegt já, svíkalegt sko svo eitt hérna pínu langt svar, ég ætla bara að lesa þetta upp eitthvað já og nei, alveg valid pælingar oft en stundum ekki alveg sanngjarnt Archie fær til dæmis ekki titilina því að hann er ekki röðin að verða kóngur nýja sonur krónprins fær ekki titilina því að hann er bandaður börn og samastað og hann fá ekki titil heldur líka pínu rút að koma fram og skjóta eitthvað sem má ekki fara svara fyrir sig Hans held ég að rasismi og allt það sé mjög mikið vandamál, ætla ekki að taka af henni. Held líka frekar að þetta sé stofnunin frekar en fjölskyldan sjálf. Ok, þú veist... Það er samt bara ekki hægt að afsaka þennan rasisma, sko. Það er bara... Það er ekki hægt. Það er bara, þú veist... Hvernig orðaði mig ekki gæri, there's one thing being rude, there's another thing being a racist. Það er 22 ólíkt, sko. Það er 22 ólíkt, sko, bara algjörlega. Varandi punktin hérna að einhverjum mannski finnst hérna frekar rúta Megan hafa komið fram og skjóta á hvað sem má ekki svara fyrir sig. Ég tek því sem hún er bara að tala fjölskylduna sjálfa, sko. Eins og Kate May náttúrulega ekki til dæmis fara að svara fyrir sig, en ég meina so what? Já, bara já. Þú veist, ég er ekki að segja ég sé tím Megan over Kate, en stofnunin getur þá gefið út yfirlýsingu. Já, þeir geta að gera það. Og það er bara mjög spennandi að sjá hvort þeir gera það. Einmitt. Ef hún virkilega vill það segja eitthvað, skilur, þá vonandi reynir hún að koma því á framfæri. Einmitt. Margir sem segja bara hérna, ég finn svo til með Megan og Harry, þetta er allt svo ótrúlega sorglegt. Eins og segja hérna bara, minnst það bara æðislegt, bara burt með það pakka stjórnur öll á baku tjöldin.
við erum svolítið á sömu blaðsíðu á þessi skiluru að því að við viljum 100% sjá þeirra sem að reka þessa stofnun allan að fokkin uppfæra sig. Já, einmitt. Bara komið til ársins 2020 og Já. Var að William sem kommenta á húðlitin ekki Charles þar sem hann leiddi hana fljótlega niður. Altarið þar sem þetta komment kom þegar þau voru að deyta. Góð punktur. Það er verið að vísi samtalið sem Harry á að hafa átt við eitthvað fjölskyldumeðlum varandi húðlit á mögulega barnið þeirra. Þetta er alveg rétt 6 mánuðum seinna labba náttúrulega Charles pabbi Harry með hana niður altarið. Já, mér finnst það ekkert eitthvað að segja að það var ekki hann samt sem áður. Nei. Það var náttúrulega bara sjó. Þau giftu sig ekki einu sinni hana. Þau giftu sig 3 dögum áður í leyni. Haldi því. Þetta var bara sjó. Nákvæmlega. Þannig að þetta er samt góða punktur. Þetta er góða punktur, svona pæling. Þú veist. Hver var það? En ég held að sé ekki einhver eitt sem að var að kommenta á þetta, sko. Einmitt. Til miður. Þetta hljóma bara þannig. Einmitt. Þú veist, einhvers veginn bara konusfjölskyldan virkilega ekki með læknateymi, þú veist, geta reddað geðlækni eða sálfræðingi. Það er náttúrulega bara svo galið. Þau eru með það, þau bara leyfðu henni ekki að fá aðgang að því. Þau eru með það, 100%. Það lítur að vera bara, ég trúi ekki öðru. Nei. Ég trúi ekki öðru. Maður ekki segja bara að hafa rétt hjá að fara, bara mjög rétt. Og eitthvað sem segir lítil Díana á leiðinni. Já. Ég var ekki að sjá þetta, oh my god. Hvað við minn góður, sko. Mér langar að vita meira, komið sorglega lítið og óvart það sem að viðkendi. Já, það er þú sorglegt að komið lítið óvart, sko. En það er einhvern veginn, eina sem að var svo magnað var að sjá hann að segja þetta, skilur. Já. Maður veit einhvern veginn, þú veist, maður er búin að heyra svo mikið af eitthvað svona bulli. Einmitt. En algjörlega. Og bara margir sér erfitt að horfa á þetta. Já. Finn til með þeim, eiga betur skilið, gott hjá þeim að fara. Var í sjokki þegar Mega myndi sá að konusfjölskyldan hafi verið að ræða kynþátt Archie. Vorum allir sjokki við því. Svo er ein hérna sem segir að henni finnst hún einmitt vera bara victimæsa sjálfa sig. Þú veist eins og hún sé að setja sig í fórnarlambastöðu. En ég meina, er hún ekki fórnarlamb? Einmitt. Þú getur ekki bara horft á, bara bursi frá þessu viðtali, bara því sem hefur gengið á fyrir þau sem hjón. Og er hún ekki fórnarlamb? Ef þú ert fórnarlamb, af hverju máttu ekki tala um það? Akkur það eitthvað card, skilur. Já, akkur hún að þagga það niður. Einmitt. Þú ert... Ég skil ekki. Og líka þú veist, bursi frá fjölskyldinu, stofnuninu, er það segjum hún sér ekki fórnalamb bresku fjölmiðlana? Einmitt. Guðminn, og alveg þetta er tabloid, sko. Ógeðslegt þannig, bara allstaðar í rauninni, en þetta var hrikalegt sem hún lenti í. Hrikalegt. Já, þetta var alveg svona skoðanir hjá tipusgestunum hana, þau eru svolítið á sömu blaðsíðu við, svona langflestir. Já, og hérna eitt að lokum, stolt af Harry, Diana would be proud. Samlaði. En eins og sagði svona í gær þegar við tala endaði, við skulum enda þannig þátt eins bara, við erum bara pínu óttaslegnar. Já. Þetta er stressandi, hvert fer þetta? Já. Vonandi, ef við þurfum að taka annan neyðafund, þá er það bara því að eitthvað jákvæðara. Eitthvað jákvæðara. Já. En þetta er auðvitað jákvætt að þau fóru í þetta viðtal. Við viljum bara ekki sjá þessa sögu enda eins og Dínsson. Nei. We don't want history repeating itself. Það er bara svolítið þetta er scary, sko. Ég er bara... Já, ég veit ekki, sko. Talað scary. Það koma út 2 draugasögur þættir þessari viku. Bara láta við það. Stay tuned. Stay tuned. Takk fyrir krísufundin, Sunniva. Takk sem leiðis fyrir það. Við sjáumst við næsta tiltala. Við gerum það.